Já, góða hlustendur, velkomin að Rauða borðinu á miðvikudegi eftir kosningar í Bandaríkjunum. Svo lengi sem ég man að þá á þessum degi liggja yfirleitt fyrir niðurstöður hver verði forseti Bandaríkjanna, en svo ekki í dag. Það út af faraldrinum og miklum fjölda af utankjörfundaatkvæðum sem hafa borist í pósti sem að talning gengur hægt, og við erum í þeirri stöðu að hvort sem gæti unnið. Kannski gestir mínir í kvöld að spá því hvor líklegri, en við getum ekki talað út frá því hver muni vinna, og kannski verður það ekki ljóst, og öllu líkindum verður það ekki ljóst fyrir á morgun, kannski í fyrsta skipti. En til að ræða stöðuna í bandarískum stjórnmálum, kannski kosningabaráttuna og kosningarnar, átök þessara tveggju stóra flokka, átökin innan þeirra og annað slíkt, og kannski á hvaða leið Bandaríkin eru, komin hingað góður hópur af fólki. Það Sveinn Máni Jóhannesson, hann nýdoktor í sögu Bandaríkjanna við Edinborgarháskóla, Viðar Þorsteinsson, framkvæmdastjóri Eflingar, Magnús Helgason, sagnfræðingur, og Helga Þórey Jónsdóttir sem kennari og doktorsnemi í menningarfræði. Verið velkomin. Ef ég má kannski byrja á þér, Sveinn, svona síðasta 1,5, jafnvel 2 mánuðina hefur verið upptakturinn að þessu kosningu verið þannig að við verum að fara að sjá eiginlega svona stórsigur Joe Biden. Hann mældist í skoðanakönnunum með bara 10% stiga meira fylgi heldur en Trump í aðdraganda kosninganna, og þá var að tala að demókratar myndu taka jafnvel öldungadeildina, og við værum eiginlega að fara að upplifa eiginlega svona valdaskil í bandarískum stjórnmálum, en það bara langt frá því að þetta eiginlega bara járn í járn allstaðar. Ég sá einhvers staðar að meira segja að repúblikanir eru að bæta þessi fylgi í fulltrúadeildinni, sem kannski var ekki mikið rætt í aðdraganda kosninganna. Hvað gerðist? Af hverju sprakk á bílnum á miðinni? Já, það góð spurning. Þetta náttúrulega eins og segir ekki ennþá, þetta liggur ekki ennþá fyrir. Það náttúrulega, þetta gæti í lok vikunar náttúrulega fræðilega möguleiki að demókratar verði með meirihluta í senatinu og með forsetann, og það náttúrulega verður umræðan svolítið öðruvísi. En hins vegar að vakna í morgun, þá náttúrulega svona leit þetta út fyrir að Trump hefði tekið þetta aftur, að hafa sýnt fram á þetta að 2016 var ekki einstakur viðburður sem var orkestreraður af rússneskum hökkurum. Og þessi svona mikla polarisering sem talað að einkenni Bandaríkjanna, hún sé þetta svona, hún búin að festa sig ákveðið í sessi. Demókratar töldu sig hafa, held ég, undir varið við Donald Trump. Þeir fengu náttúrulega þessi kórónavírusinn virtist svona veita þeim svona ákveðin vopn í hendur til að berja á Trump, og sérstaklega í ljósi þess að náttúrulega Trump ætlaði að keyra á efnahagsbata. Það miklum efnahagsuppgangi í kosningabaráttunni sem fór svo sem gekk svo náttúrulega ekki upp út á kórónavírusnum. En demókratar töldu sig hafa fundið svarið við Trump með svona hófsömum bipartisan kandidat Joe Biden sem geti höfða til og ná tilbaka þessum svona hvítu suburban eða útkverfum sem Hillary Clinton náði ekki að mobilisera, og þannig myndi einhvers konar breiða miðju bandarísk gildi, einhvers konar svona afturhvarf til normal ástands eftir Trump-árin? Já, erum við bara að spóla tilbaka til 2016, en og meðal annars út af því að það demokratíska establishmenti trúði aldrei að Trump væri, að þetta hefði verið einhvers konar raunverulegur grundvöllur. Þetta var náttúrulega svo mikið lagt í það að þetta væri operation, en annað virðist að hafa komið á daginn. Og Trump þótt að hann tapi, og ef hann tapar þá tapar hann líklega naumt, að hann má, ég segi ekki vel við una, en ég meina hann forseti sem að leggja í stað í kosningabaráttu með alvarlega efnahagskreppu í fanginu, og vanalega eru slíkir forsetar bara felldir. Jimmy Carter, það var gerðist líka 1972,
og síðan fjölgun kjósenda eykur líka raunverulega fylgi hans frá 2016. Hann hefur eiginlega betri stöðu núna heldur en þá, þó svo að andstæðingur geti haft enn betri. Já, margar narratífurnar sem að vera að dæla út í svona bandarískum fjölmiðlum hvað vinnur með Biden og hvað vinnur gegn Trump gengur ekki upp, eins og þetta aukin kosningaþátttaka virkaði líka fyrir Trump og hann svona base virkilega móbiliseraðist. Hvað segir þú, Viðar? Flokkseigandafélag Demókrataflokksins, það svona illa læst á bandarískt samfélag að 2016 fara þeir og alltaf bara hlæja Trump út af borðinu og núna fara þeir í kosningabaráttu til að lýsa honum eiginlega sem bara óboðlegu kvikindi, en eiginlega ekki að vera með einn svona málefni á móti honum. Hvað veldur þessum svona, bara það svona þessi vanlestur á samfélaginu? Og já, ég held að það má tala þetta sem vanlestur á samfélaginu einhverju leyti og það er eitthvað slíkt í gangi. Það er alltaf sami barnaskapurinn, í því hvernig hið pólitíska landslag er lesið, skilur algjör afneitun á því að það geti bara skipt máli að koma með kandidat sem er með raunverulegar áætlanir það að bara bæta líf fólks, þarf ekki að vera flóknara en það, skilur, og svoleiðis kandidat var í boði og hann var hafnað. En ég held samt sem áður að kannski það sem eiginlega áhugaverðara að ég held að þetta að tefla svona tæft, fara svona fram í svona sögulega mikilvægar kosningar með svona gjörsamlega handónýtan kandidat frá sjónarhóli okkar sem hér sitjum og frá sjónarhóli greinilega mjög margar kjósenda. Það bara áhætta sem að þessi flokkselíta tilbúin að taka. Og maður það bara velta fyrir sér af hverju það og það ekkert endilega bara barnaskapur hjá öllum, það líka bara kalt hagsmunamat. Þau bara óttast það meira eða óttast það nægilega mikið hvaða afleiðingar það muni hafa fyrir þau ef að það kemur inn kandidat sem að byrjar á einhvern nátt að beita sér af alvöru fyrir félagslegum áherslum í samfélaginu, þorir að fara og ógna auðvaldinu á einhvern hátt, þorir að sósíalisera eitthvað sem að áður var undir markanum, þorir að augra hernaðar monsterinu og allt þetta. Þetta bara einhverju leyti svona kalt mat og bara Demókrataflokkurinn þetta bara undir stjórn hagsmunaafla sem að eiga bara mjög mikið undir því að það takist áfram að keyra þessa öndunarvél sem þú veist, bandarískur kapítalismi orðin. Þetta bara sama einhverju leyti eins og maður sér víðar. Bretland aftur líka hefur verið mér aðeins ofarlega í huga síðustu vikur út af Corbyn sem var í fréttunum núna í síðustu viku. Það sem gerist til dæmis með Corbyn þá sérðu hvernig flokkurinn það eins og hann vilji frekar kannibalisera sjálfan sig, að þessi öfl innan þessara flokka, þau vilja frekar hreinlega bara nánast tapa. Það eins og þau vilji frekar að það tapist heldur en að það komi einhver niðurstaða sem að staðfesti þá tilhugsun sem að þessum öflum finnst svo gjörsamlega náttúrulega bara martraðarkennd, að það geti verið basis fyrir því að kjósa lengra til vinstri. Þannig ég held að þetta öllu leyti barnaskapur. Þetta líka kalt hagsmunamat, þetta áhætta sem að þeim finnst að einhverju leyti þess virði að taka. Það hægri kratarnir sem að hafa komið sér fyrir í þessum flokkum skilgreini vinstri arm þessar flokka sem sinn höfuðandstæðing, það sem mikilvægt að fella hann og halda honum niðri heldur en að fá Boris eða Trump yfir sig sem landsföður. Já, eða eru að minnstakosti tilbúnir að taka mjög mikla áhættu til þess að tryggja að svo sé og það náttúrulega það sem að við sjáum gerast hér og það sem náttúrulega svo hrikalegt við þetta að jafnvel þó að Biden vinni sem að var að teljast líklegra var þetta samt ósigur, samt skelfilegur ósigur fyrir. Helga Þórey, þessi umræða var líka eftir 2016, hefði Sanders náð betri árangri í gagnvart Trump, þetta svona samkvæmisleikur sem orðið 4 ára gamall? Já, það erfitt að segja. Ég meina, á mati Bandaríkjamanna hann mjög róttækur og ég veit ekki, ég ekki viss að kjósendur Trump myndi skipta yfir í Sanders á einhverjum tímapunkti. Ég meina, ég held að þeir ætla bara að kjósa Trump og einhvern sem þú veist, í þeirri sveit.
Það fékk ekki Biden raunverulega bara sósíalistastimplin á sig hvað sem ég meina þótt hann væri ekki sósíalisti, hann fékk það verið að benda á til dæmis fylgi meðal kúbanskra flóttamanna í Flórída, þessum þetta skiptir máli og það var verið að klína sósíalistastimpli á Biden, þannig andstæðingarnir hvað sem klína einhverju svoleiðis bara út af stemmingunni í samfélaginu. Það var ekki klára bara að stilla upp einhverjum sósíalista sem hefðu einhverja lausnir fyrir almenning. Já, en þetta með Kúberi og í Flórída kjósa repúblikana ekkert nýtt. Það er bara verið að setja það fram núna sem eitthvað nýtt. Það hefur alltaf verið og þannig að mér finnst það ekki kannski, ég veit ekki, og kannski er þetta bara eitthvað svona nýjasti samfélagshópurinn sem á að stilla upp sem við getum kennt að Trump hafi verið kjörinn. Alveg svo voru hvítar konur síðast, ég meina, það er ekki þess vegna sem Trump er kjörinn. Trump er kjörinn vegna þess að stór hluti bandarísku þjóðarinnar er illa upplýstur sitt samfélag og ákveðin málefni og það er bara mjög alvarlegt. Þannig mér finnst ekki sanngjarnt að klína því á fólk sem flutti kannski, já, á erfiða sögu, innflytjendasögu til Bandaríkjanna og hrætt við Castro. Ég meina, þetta er bara skrítið, skilur að tala það. Hitt er vandamálið og eins og Viðar var að tala þá er það auðvitað þannig að demókratar með pening, Trump gæti þeirra hagsmuna líka. Þannig að þau kannski geta hugsað sér að láta reyna á það í 4 ár fyrir en að taka einhverja stóra sjensa. Ég meina, Sanders, jú, ég veit ekki, ég held að það sé kannski miklu meiri galli þetta tveggjaflokkakerfi og svona aðeins svona hvernig þessum hlutum stillt upp. Það fær ekki einhver venjulegur svona sósíalisti og geta eitthvað svona auðvelt uppdráttar held ég innan demókrataflokksins. Ég meina, hann er alveg hardcore flokkur. Ég meina, við myndum ekki, eins og við vitum, við myndum ekki kalla hann lípa á einhvern íslenska mælikvarða. En almenningur illa upplýstur, hver ber ábyrgð á því? Er það pólitíska umræðin bara út á túnni einhver mál sem ekki skipta almenning máli? Almenningur hefur ekki ekki búið til þáttöku í því? Er þetta fjölmiðlarnir? Er þetta stjórnmálamenningin? Eða er þetta bara byggt inn í bandarískt samfélag að vera illa upplýst? Ég trúi því nú alla. Er ekki bandaríkjamenn bara ágætlega upplýstur sitt nærsamfélag, ekkert verra en við eða hvað? Helga? Spyrum við, já. Mér finnst það ekki vera mjög vel upplýstur að vilja ekki borga skatta og leggja til samfélagsins og stend bara með því og ef að það að geta ekki séð sjálfa sig sem hluta af einhverju stærri heild og að vinna í þágu heildarinnar, mér finnst það ekki að vera upplýstur. Þetta er stórt vandamál. En er það ekki vegna þess að almenn umræða bara ekki á þeim nótum að það umræðilega ekki verið að tala gildi, félagsleg gildi? Það fer náttúrulega eftir því hvar þú ert og það er náttúrulega líka eins og við þekkjum sem við búið í Bandaríkjunum og þegar maður kemur út og maður býr þar í smá stund og maður er að fylgjast með fjölmiðlum þá maður svolítið svona, já, núna skiljum við út af hverju, þau eru með alls konar skoðanir vegna þess að það er svo ruglingslegt og erfitt fyrir þau að komast í góðar upplýsingar og það er ekki nema fólk bara virkilega leggja sig fram að einhvern veginn taka þátt í einhverju sem er betra. En svo náttúrulega annar póll þarna sem að við erum með besta háskóli í heimi í Bandaríkjunum og alveg brjálæðislega mikið af upplýstu fólki. En það er einhvern veginn eins og, já, það eru margar þjóðir þarna í einu landi og þetta er bara mjög flókið. Magnús, ég veit ekki hvort að viljið halda áfram með þetta að óupplýstu alþýðu, hún náttúrulega býr við það að vera ekki með gott fjölmiðlaumhverfi, hún býr við það að verkalýðshreyfingin er eiginlega horfin, hún býr við það að stóri flokkurinn sem að þykist vera að berjast fyrir hagsmunum alþýðunnar, er ekki að ávarpa almenning út frá þeirra hagsmunum. Þannig að hver er leiðin út úr þessu? Já, ég veit ekki, það er kannski 2 atriði. Eitt er það að við höfum verið að ræða bandarískar kosningar og bandarísk stjórnmál og síðan 2000 og ég veit ekki hvað. Allavega, núna í dálítið langan tíma þá snýst þetta dálítið mikið hjá okkur umræðu taktískar ákvarðanir demókrata og taktísk blöndur. Að menn hefðu nú bara átt að bjóða fram pínlítið áhugaverðari karakter og pínlítið litrikari og betri óratóri eða hvað það nú er. Og þessi umræða það er heilmikið að fá út úr henni. En ég held að ef við ræðum, ef við ætlum að halda þessu áfram, ég tala ekki í þessu samhengi við Trump, þá erum við á villigötum vegna þess að það sem vandamálið er ekki einhver taktísk mistök
vandamálið það eitthvað í bandarísku samfélagi sem þess eðlis að við áttum okkur ekki alveg á því hvað það er. Því að það er ekki bara það skoðanakannir hafa aftur röngu að standa 2016 og svo aftur núna. Heldur 2016, sú skoðun reyndar svona rísandi upp úr aldamótum og kosning Obama 2008 virðist staðfestana svo að Bandaríkin séu búin að vaksa út úr menningarstríðunum sem einkenndu bandarísk stjórnmálaátök á meira 20. öld og sagnfræðingar og samfélagsrýnar, stjórnmálaskýrendur og félagsvísindi nokkurn veginn öll höfðu identifæja sem uppruna þessara polariseringar sem gerði það að verkum að bandarísk stjórnmál voru först í gridlock, það var ekki að koma neinu í gegn og þessari vaxandi heift sem var í bandarískum stjórnmálum. Þannig að upp úr aldamótum að þá virðist það vera svo að þessi menningarstríð sé að missa sitt potensi. Ástæðan sú að það fólk sem var mótiverað af þeim séu einfaldlega orðin þau eru að komast yfir móðuna miklu. Yngri kynslóðir hafi meiri séu umburðarlyndari þegar kemur að kvenréttindum, réttindum minnihlutahópa og þarfandi og þetta allt saman virðist vera satt og rétt. Þannig að þessi forsendurnar fyrir menningarstríðan eins og þau verið ofan 20. öld voru að hverfa. Svoleiðis að upp úr aldamótum og ég tala ekki eftir kosningu Obama, þá þetta álit nokkurn veginn að við séum einhvern veginn á enda þessar sögulega þessa kafla sögunar og framundan væri möguleikar fyrir einhverju frjálslyndari og opnara samfélagi og þessi pólitík heiftar sem hefði einkennt 20. öldina og þau væru að baki. En sem dæmi þetta bara það að þetta ósigur Mitt Romney fyrir Obama 2012 að þá fer repúblikaflokkurinn í meiri háttar naflaskoðun og það skrifið skýrsla það hvernig flokkurinn geti orðið meirihlutaflokkur sem honum ekki tekist. Þannig að í kosningunum 1992 tapaðir, kosningunum 1990 og 6 tapaðir. Í kosningunum 2000 tapaðir. Þeir ná ekki meirihluta kjósenda. Kosningunum 2004, þá náði meirihluta kjósenda. 2008 aftur tapaði meirihluta kjósenda. 2012 tapaði meirihluta kjósenda. Þannig að það virtist vera að repúblikaflokkurinn gæti ekki verið meirihlutaflokkur. Hann hlyti þess vegna að yfirgefa þessi stjórnmál sundrungar. En þau greinilega ekki að baki. Og það ekki bara vegna einhverju taktískra ákvarðana eða taktískra mistaka demókrata. Heldur hreinlega, það eru samfélagsleg öfl, það eru sögulegir straumar sem við höfum ekki gert okkur almennilega grein fyrir. Og það birtist í því að skoðanakannanir geti verið algjörlega út á túni. Þannig að það sem ég að segja ef við viljum ræða einhvern veginn enda trumpismans eða möguleika öðru og nýju, að það ekki bara það flokkseigenda félag demókrataflokksins hafi mislesið stöðuna. Öll akademían mislæg stöðuna. En þetta náttúrulega hópar sem að nokkru leyti skarast og tilheyra fjölmiðlarnir og fræðimannsamfélagið og svona sem eru mun sterkari innan demókrataflokksins. Og það svolítið merkilegt, Magnús, vegna þess að lærdómurinn eftir sigur Trump 2016 var eiginlega allir þyrftu að fara í svona pínlitla endurmenntun, að maður þyrfti bara að stíga upp í Greyhound og keyra eitthvað út í sveitina til þess að átta sig á því hvernig Bandaríkin verið samsett. Og ég trú að það var allir í þessu, en svo kemur eiginlega næstu endurtekning á 2016, eins og enginn hafi lært leitt. Allir trúðu því að væri bara hægt að trompa með sama trompinu. Já, ég ætla kannski bara skjóta hans smá svona pælingu hérna, Ég meina, það sem að mér finnst stundum pínu umhugsunarefni með Donald Trump, að það talað eins og að þessi síðasti kosningasigur hans fyrir 4 árum og svo jafnvel þetta sem að gerast núna, sé eitthvað rosalega merkilegt og komið rosalega mikið á óvart og eitthvað svona, En samt sem áður það nú þannig að ég meina þessi hópur sem að kjósa Donald Trump og svona þetta pólitíska landslag sem hann siglir í varðandi sitt bakland og stuðningsmannahóp og svona, það eiginlega ekkert nýtt þar.
þetta bara nákvæmlega sama fólki og hefur alltaf kosið repúblikana núna frá því að Ronald Reagan, umbylti vissulega þessu landslagi fyrir sko margt löngu síðan. Þannig að það er ekki þannig til dæmis að sko Donald Trump hafa einhvern veginn stigið fram og virkjað einhverja áður óþekkta hópa kjósendur til þess að koma og styðja sig eða einhvern veginn gert eitthvað slíkt. Það er alls ekki þannig. Og hann hefur heldur ekkert verið að vinna neina sko stórsigra í kosningalega séð eða neitt slíkt. Það sem er mörguleyti merkilegt við Trump hvað þessi sigrar eru í eðli sínu einhvern veginn ómerkilegir. Þetta er bara nákvæmlega eins og allir, þetta er nákvæmlega sami sigur eins og þú bara gætir átt vona frá hvaða repúblikana kandidata sem er. En það sem síðan þetta sérstakt við Trump þetta hans pólitíski stíll og áherslur og ýmislegt sem hann hefur gert og allt það. En mér finnst þetta samt ansi magnað. Þetta er bara sömu venjulegu repúblikanar. Þetta er sama kristilega liðið, þetta eru sömu þetta svona hálaunafólk í útkörunum og allt þetta. Og það er eina ástæðan fyrir því að mér finnst það blasa við að tala það sem hefur verið að gerast í bandarískum stjórnmálum núna síðustu kannski 10 árin, fyrst og fremst sem ósigur og sem mistök og sem klúður hjá demókrötum, eða hvað sem við höfum að kalla, einhverju leyti ákvörðun eða kallum það sem við viljum. Bæði þessi stórkostlegu vonbrigði sem að Biden núna væntanlega að fara að upplifa og þetta stórkostlega sögulega tap Hillary Clinton á sínu tíma fyrst og fremst vegna þess að þetta voru svo handónýtir og lélegir kandidatar. Það er ekki af því að Donald Trump hafa á nokkurn hátt tekist að koma með einhvern veginn tekist að sölsa undir sig einhverja nýja lendur í pólitísku landslagi Bandaríkjanna. Það er bara hreint ekki þannig. Og ég tel að öll rök knýja því að leiðin til þess að komast út úr þessu sé að sýna pólitískt hugrekki í því að fara og tala til fólksins sem raunverulega þarna úti og sem raunverulega gæti séð í stjórnmálunum einhvern möguleika á því að það skipti einhverju máli hvað þú kýst af því þetta fólki sem bindur vonir við það að það sé mögulega hægt að gera einhverja breytingar sem að hjálpa því að lifa af, sem að hjálpa því að hafa efni á insúlíninu sínu sem að það fær ekki geti bjargaði bara að lifa af mánaðamótin og allt þetta. Þetta fólki sem hefur verið ignorerað, þetta fólki sem mætir svo ekki á kjörstað og þetta fólki sem að ráða úrslitum þessar kosningar, ekki af því að það sé þessi svona ímyndaði miðbyggs kjósandi sem eitthvað svona velta fyrir sig hvort hann að kjósa demokrata eða repúblikana. Ég held að þessi stórkostlegu og ósýra demokrata eru vegna fólksins sem satt heima af því að kandidatarnir þeirra eru svo handónýtir. Og kannski erindið. Sveinn, má ég það sem merkilegt í aðdraganda þessara kosninga að það eru 2 frambjóðendur. Annar gerir raunverulega út á átök og sundrungu. Það efast enginn það að stöðumyndin sem að báðir tala út frá svo sama, það sjóðin tvístruð. Annar gerir raunverulega út á það að lausnin sé svo að við styrkjum okkur til þess að við höfum yfir á því annars vinna heimir og það Trump. En hinn með svona erindi að við getum sameinast. Það sem kannski, að því þetta svo raunverulega held ég fátítt bara í svona okkar heimsluta að menn fari með þetta erindi svo Trump, að raunverulega bara tala beint ofan í sundrung þjóðarinnar og við verðum að verja okkur því annars vinna hinir og kallar það alls konar nöfnum. Það að frambjóðandi skuli ná svona langt með þessu, getur það ekki leitt til þess að það væri kannski eðlilegra þegar við vitna í svona aðra repúblikana að Ronald Reagan hann fór fram og hann var með sama slagorðið og Trump og hann var að tala hinn þögla meiri hluta en í þeirri svona framsetningu lá svona hugmyndunum að það væri leiðin til þess að sameina þjóðina að láta hinn þögla meiri hluta fá orð og þáttöku og með því gæti þjóðin sameinast. En Trump bara alls ekki á þeim buxum. Hann ætlar bara að við ætlum að vinna hina því að annars munu þeir fara með samfélagið til fjandans. Já, það að vera punktur. Þetta eru mjög conflicting strategíur, heldur betur. En ég veit ekki, ég bara frosnaði þess þessu. Já. Ég að velta fyrir mig hvort að því að saga Bandaríkjanna náttúrulega
það sundrung og átök út allt. En svona til þess að halda þessu saman, þá svolítið reynt að breiða yfir það, stundum hafa þeir ekkert nema sko fánan að breiða yfir sundrunguna og kannski eitthvað sem virkar eins og hálfvirt borgarastyrjöld, en samfélagið haldið saman einhvern veginn, það að reyna að halda sig saman. En Trump eiginlega frambjóðandi sem ekki að stinga upp á því að við sem að reyna að halda þessu saman. Nei, það ekki það sem að svona styrkleiki hans felst í, svona hans kosninga, svona hans electoral appeal, að hann náttúrulega að vinna fyrir þennan svona demografíska minnihluta í Bandaríkjunum sem að getur illa unni meirihluta nema þá að breyta sér svolítið mikið og hefur verið að tryggja stöðu svona í sessi með því að fiffa til svona institutional struktúrarna eða svona stofnanaumgjörðina í kerfinu með þú veist í Hæstarétti, náttúrulega stjórnarþinginu, neytarleipin Washington DC sem ríki og þannig fjölga fulltrúum í senatinu og svo náttúrulega allt þetta gerrymandering atriði og það náttúrulega svona, þú með svona hóp sem að í þessu svona menningarstríði að viðhalda henni sönnu Ameríku með henni sönnu trú í Ameríku og gegn þessum þessari menntaelítu, þessari liberal menntaelítu, þessi establishmenti sem hefur rænt landinu. Þetta náttúrulega mjög mótiverandi retorik og þetta sko að vera í fórnarlausu hlutverkinu, að mótivera fólk til að vera aggressíft. Þetta, við sjáum það bara á því hvað svona, það sem kallað baseið, eða þessi svona fylgi Donald Trumps mjög aktíft og öflugt og í þessu missjóni að bjarga sér og sínum hvítu Ameríku sérstaklega frá þessum svona öflum sem að sitja þá. Þannig að ég held að það einmitt sko þetta að Bandaríkin mjög polarisera samfélag. Með því að tala inn í átökin þá mögulega, þetta náttúrulega bara fabuleringar. Það einhvern veginn þegar Biden talar sko við þurfum að græða sárin og allt þetta. Ég held að sé bara ekki allir sem vilja það. Það sé enginn sem vilja það? Sé ekki allir sem vilja græða sárin. Af því að þetta bara... Það verður svolítið vera þannig að þjóðin bara klofin og þjóðin vill ekki vera í sama félaginu. Það ekki til neitt sem að getur boðið upp á sko orðræðu eða framtíðarsýn eða einhverja leið sem að við erum að fara sem að bara fólk sætti sig að vera í sama vagninu sko. Þannig að það var spurningi sko hvað verður slíkt samfélag? En við erum samt að tala kannski á svolítið svona, við erum að tala svolítið abstrakt þetta sko. Og ég ætla bara að ríða vaðið og segja, þetta snýst alltaf endanum rasisma. Og þetta snýst hérna rosalegu djúpu rætur rasismans í bandarísku samfélagi á endanum sko. Og það í rauninni alltaf undirtónnin í öllu sem að Donald Trump hefur gert og byggt svona sína pólitík á, miklu meira svona explicit kannski heldur en margir aðrir republikanar síðustu ár og áratugi. Samt náttúrulega notar hann alltaf sko dog whistle eins og það kallað sko. En það enginn eins góður á hann í því að spila akkurat á þetta og spila því sér í hag. Og á endanum þetta rasismi og hann er frábæri að notfæra sér það að sko rasismin í Bandaríkjunum hann svo ótrúlega eitraður, hann svo ótrúlega toxic og hann nær svo rosalega djúpt. Og það sem svo furðulegt við rasismin í Bandaríkjunum að hann getur overrætað, hann getur tekið yfir alla skynsemi og rökhugsun hjá fólki. Ég til dæmis þeirra skoðunar eftir að hafa umgengist Bandaríkjamenn mjög mikið og búið í 7 ár. Sko, meira að segja íhaldsamir Bandaríkjamenn, hvítir republikanar og eitthvað svona, eru mjög samfélagslega þenkjandi fólk. Mjög hlyttir alls konar community og tilbúnir að gefa peninga alveg hreint grimt inn í sameiginlega sjóði. Þeir elska svoleiðis fyrirkomulag og þetta bara mjög merkilegt sem kemur á óvart kannski ef maður fer og umgengst svona þessa tegund Bandaríkjamanna. En sko, af hverju vilja þá ekki taka þetta upp og gera þetta líka í gegnum ríkið? Jú, þetta hefur bara verið skoðað af sagnfræðingum. Það verður ákveðin viðhorfsbreyting það leyti sem að stofnanir ríkisins í Bandaríkjunum eru opnar fyrir svörtum. Leið og það orðið þannig að þú þarft að fara að borga að svartur maður geti haft aðgang af peningunum sem þú borgar í skatta, þá allt í einu orðin andstæðingur skatta. Núna hataru skatta og skattlagningu sem þú varst tilbúin að hafa sættaði við áður.
af því að þú leist svolítið á að það væri þá bara svona fólk sem tilheyrir þínum ættbálki sem að, þú veist, fékk peningin, skiljiði. Og þetta er ótrúlega djúpt og miklu dýpra heldur en að við kannski mögulega áttum okkur á. En ég held að mistök demókrataflokksins að mörgu leyti og mistök reyndar svona almennt svona liberala í samfélaginu í dag að vera alltaf í alltaf mikilli varnarbaráttu gagnvart þessu. Að skilgreina sig bara sem ekki rasistana, eða eitthvað svoleiðis. Við erum ekki fordómafulla fólkið og eitthvað slíkt. Auðvitað eigum við að vera ekki fordómafulla fólkið, en það þarf samt sem áður að vera hægt held ég að sækja einhvern veginn fram pólitískt líka einhverju leyti pínu á skjön við þessa umræðu og ekki láta hana skilgreina landslagið eins og auðvitað verið að gera þegar að sko öll pólitíkin gengur út á það að vera ég ekki rasisti eins og Trump, ég ekki kvenhattari eins og Trump, ég ekki homohattari eins og Trump og hinir republikanarnir og allt þetta. Helga, með það sem við að segja, það náttúrulega eru forsetaframbjóðendur í sögunni sem að hafa notað svona hundablístur. Nixon náði að ná fylgi út af það og Ronald Reagan gerði það líka. En þeir tilheyrðu tímabilið þar sem að var svona hugmyndum að við værum að fara í átt að meira umburðarlendi og værum svona eitthvað réttari átt. Það er bara engi sem held ég trúið í núna, að við séum að fara eitthvað automatís í það átt. Þannig að þá erum við komið með repúblikánaflokk sem ákveðið að taka þá stöðu að vera bara rasískur flokkur, reyna að halda völdum með alls konar aðferðum eins og Sveinn var að benda á. Það það sem að öll meðul eru raunverulega leið til þess að halda niður í atkvæðum þeirra sem að geti kosið ykkur aðrir en okkur. Og þannig þá erum við komið með Bandaríkin þar sem eiginlega hertekinn af rasískum flokki. Já, ég held að repúblikánaflokkurinn hafa alltaf verið þannig. Ég held að sé bara meira, það er bara meira bara talað það opinberlega og þetta er miklu meira upp á yfirborðinu núna. Og ég meina reganismi er bara óbáslega rasískur í öllu bara, eins og til dæmis bara, því ég rannsaka mjög mikið kvikmyndir og svona frá þessum tíma og ég meina það er ekkert normalt hvernig heimurinn lítur út og hvernig hann er presenteraður á 9. áratugnum og einhvern veginn, og Reagan er mjög svona svipaður svona hugmyndafræðilega forseti eins og Trump og þú veit þetta Make America Great Again og þessi Eisenhower nostalgía sem einhvern veginn svona liggur undir öllu sem vísar þetta í tímabil þar sem að svart fólk var bara varla til eða það var ekki sett fram á neitt hátt í við vitum ekkert af því nema bara því við höfum lesið söguna, en við sjáum það hvergi í menningunni, sjáum það ekki menningarafurðum. Og það er svona, þannig að mér finnst Trump bara vera endurtekning á því og mér finnst líka með mitt mikilvæga punktur þetta eins og Maggi var að tala sko mér finnst það reyndar við þurfum alveg að gagnrýna demókrata fyrir fólki sem við velja til þess að bjóða fram, af því að þeir eru með sterka kandidata eins og því vorum á Obama sem bara andrasismi, ég meina maðurinn er svartur, það er bara þú kemst eiginlega ekki lengra frá, skilurðu, og það neglir það og það er rosa mikil afstæða í því. Og Clinton sem leiðis var rosalega svona kröftugur og okkur finnst þetta alls konar hann í dag en hann var mjög svona kröftugur frambjóðandi og mjög mikil kúreki og það er svo kannar fíla í sínum forsetu, fílaði. Það var nú svona hálfrasískur í þessu svona baráttu sem ekki glæpum sem að raunverulega voru og hann hefur sett í lög sem heldur niður í bitnuðu mikið á svörtum samfélögum og öðru slíku. Hann gerði alls konar, það sem hann gerði í framsetningu á sinni kosningabaráttu og á sinni ferli og það sem fólk upplifði var að hann var að ráða svart fólk og konur og alls konar fólk til að vinna með þessu. Það er ímyndin hans. Hvað svo hann gerði síðan annað. Þetta auðvitað líka svona ímyndavinnan svo mikilvæg og fer svo mikið fram þarna í kosningum í Bandaríkjunum og þess vegna kannski átti Al Gore aldrei séns því hann er bara of boring til þess að fara gegn Bush yngri sem er bara miklu meiri gosi og miklu hressari kandidat og ég meina það skiptir máli og það náttúrulega bara Biden er alveg rosalega boring og ég held að ástæðan fyrir því að ef þetta hefst og hann vinnur eina ástæðan er að þetta er undantekningar ástand sem við erum að díla við núna út af COVID og út af því að Trump er svo rosalega klikkaður. Ef hann hefur verið pínu hófsamari þá væru þau að negla þetta. Og ef að Biden hefði verið aðeins meira á lífi þá hefur unnið þetta. Ég meina hann er bara næstum því, hann er rosalega gamall og lítið spennandi. En já, en ég einmitt eins og verið að segja, bara rasismi, hann lifir svo rosalega, hann er svo reistur svo djúpt í bandarískri menningu, það er ekkert hægt að slíta hann frá þessu eða einhvern veginn einangran eða neitt svoleiðis, hann er hluti af öllu, ég meina,
já, þú veist, þú bara heldur á klingi og þú veist, það er rasísk arfleið í því, þú veist, það er allt rasískt, þannig að þú veist, Og ekki bara tákn, heldur bara virkt ofbeldi og virk kúgun og það hefur verið þöggun og það hefur verið að halda fólki niðri og það hefur verið að arðræna það og misnota það með það. Og bara passa að búa í svona ákveðnum hverfum svo það sé ekki eitthvað svona að skipta sér að og eitthvað svona. En svo er náttúrulega líka sko það sem er áhugavert með Trump og líka það sem ekki verið að segja, þú veist, fólk sem ætlar að vera republikanar, það er bara republikanar. Og það, þú veist, og fólki sem er kannski einhver svona swing votes einmitt fólki sem trúir alveg á COVID og eða, þú veist, að pæla í þessum efnahagslegu hlutum sem að kannski svona hægri demokrater að spá í. En nú mest ég þræði. Magnús, þetta með að sé svona flokkur sem er rasískur flokkur sem að er að bjóða fram ofbeldi og kúgun og við ætlum að halda niðri hinnum veiku í krafti hinna sterku og þú ert sterkur að því og dréttur og hörund eða þú ert mikið pening. Svona framganga slíks flokks því að fyrir utan sko þótt að Trump tapi þá náttúrulega repúblikaflokkurinn er ótrúlega sterkur út öll fylki og hann er með öldungadeildina, hann er með Hæstaréttinn og svo fleira. Hann er náttúrulega hálfgerast svona ástandi í svona hinu svokölluðu vestrænu lýðræðissamfélögum, opnum lýðræðissamfélögum sem afhjúpar það að eðlið þeirra er bara ekki eins og af er látið. Sko. Eðlið þeirra er kúgun. Já, það er nokkur atriði sem er mikilvægt að staldra við. Eitt af þeim er það að Bandaríkin hafa alla tíð verið klofið samfélag. Þau hafa ekki verið, sem sagt, það er þessi sterkum miðflóttar öfl í bandarísku samfélagi sem birtast meðal annars í borgarastríðinu og við sjáum þessu sömu sterkum miðflóttar öfl í vopnuðum aðskilnaðarhreyfingum og Boogaloo Boys og þar fram og ein af stærstu getum við sagt fault lines í bandarísku samfélagi er spurningin race. Þannig að rasismi þess vegna er samofin sögu Bandaríkjanna, ekki síst vegna þess að þar birtist ein af þessum stærstu fault lines milli þessara ólíku raunverulega þjóða sem Bandaríkin eru. Bandaríkin hins vegar eins og þetta, vissulega, það hefur verið breytt yfir þessa staðreynd að Bandaríkin eru klofin í margar þjóðir raunverulega með fánanum og á eftirstríðsárunum, þá er þessi hugmynd Bandaríkin sem þessi normatífa Ameríka í úthverfunum sem er hvít og sem er sem sagt grundvallað á feðraveldi og aðskilnaði kynþáttana. Á bak við það eru samt fleiri þjóðir og þegar að það fer af stað þessi mannréttindar barátta að viðurkenna það að Bandaríkjamenn það séu fleiri sem búa í Bandaríkjunum en bara hvítir mótmælendur í úthverfunum að þá það er upphafið þessum menningarstríðum sem við tölum og lengst af að þá snúast þau átök það hvað er rétt representasjón á bandarísku þjóðinni og það er tekist á það. Þjóðin er þarna allan tíman og það er allan tíman hugmynd það að hún sé þarna, það er bara spurning það hver talar fyrir hana. Það sem Trump hins vegar hefur gert og það er það sem gerir það verkum að mér finnst við verðum eiginlega að líta dálítið á Trump sem nýjan kafla í sögu Bandaríkjanna það að hann hefur einmitt lagt á hillum hundaflauturnar sem Nixon, sem Reagan, sem Bush yngri beittu, Karl Rove masteraði og tekið bara upp sem gjallarhorn í staðinn. Hann hefur kippt plástrinum af öllum þeim sárum sem frjálslyndi Bandaríkjamenn voru á vonast til þess að væri að gróa á eftirstríðsárunum og hafnar einfaldlega þeirri hugmyndu að það sé einhver ein þjóð. Þetta eru tvær þjóðir og önnur þeirra getur haft hina undir. Þannig að ég held að það sé skynsamlegra við verðum eiginlega að viðurkenna það er eitt af því sem er að gerast. Og má ég skjóta þinn að því kosningakæfingin sem hún er nauðsynleg vegna þess að þetta lýðræðið það virkar ekki ef þetta eru tvær ólíkar þjóðir raunverulega sem að takast á það hver hefur yfirhöndina. Nei, það var ekki sameiginlegur vettvangur og það er ekki forseti til þess að halda upp í lýðræði. Nei. Því að partur af þessu það að Bandaríkjamenn, Bandaríkin eru stórt land, Bandaríkin ekki bara það að það sé ólíki fólk það hlustar á og horfir á hræðist
í ólíkum menningarheimum, ólíkum sko raunveruleikum. Fólk sem horfir á Fox News, fólk sem hlustar á AM Talk Radio, fólk sem sem sagt, horfir á, ég tala ekki One America Network og les Breitbart, það hreinlega lifir og hræfist í öðrum heimi en frjálslyndi Bandaríkjamenn. Og við, sem sagt á Íslandi, okkar sem sagt aðgangur að bandarískum fjölmiðlum, hann í gegnum þessa frjálslyndi fjölmiðla og við sjáum raunverulega ekki almennilega þann heim sem sko kjósendur Trump lifa og hrærast í. Og það alltaf sko svona sjokkerandi að átta sig á því og sko það raunverulega sko það ekki fyrir hann upp úr aldamótum sem sko félagsvísindamenn fara að viðurkenna og taka eftir þessu að þetta tilfellið og það á Bush-árunum sem við sem sagt sko sjáum það. Og það eina sem sko getur sagt Trump þetta að sko í lok Bush-áranna töldu félagsvísindamenn sko við værum þessi kafli verið búin, menningarstríðin verið búin, þau hefðu knúið þetta áfram einhvern veginn, en það kemur í ljós að þau kláruðust og nú bara 2 þjóðir. Það ekki þjóðir. En ekki samt, ef ég má aðeins finna vita, Magnús, það ekki samt? Ég ætla aðeins að fá að skjóta inn, ef ég má spyrja ykkur að þessu, hvers sem svara þessu. Sko, nýfrjálshyggjan var gaggbylting, gagnvart efnahagskerfi eftirstríðsárana, sem að allir voru svona meira og minna sammála að það ætti að leiða til aukins jafnaðar. Og það var búin til gaggbylting og meðal annars með því að byggja upp svona think tanks og fleira sem voru rekið áfram að auðugu fólki til mótvægis við háskólana til þess að draga úr vægi þeirra. Og þá spyr ég, ekki bara Trump og þú Bylgja sem í kringum hann og þú nefndir fjölmiðla og fleira sem hefur verið byggt upp til þess að vera mótvægi við hérna frjálslyndu fjölmiðla, ekki bara Trump-bylgjan raunveruleg gaggbylting gegn mannréttindabaráttu sko 7. og 7. áratugurins. Þannig að þetta ekki eitthvað Trump sem óvart býr til eitthvað fylgi, heldur í gangi bara raunveruleg gaggbylting gagnvart þeim sigrum sem alþýðamanna hafði náð í gegnum mannréttindabaráttuna á 5. og 7. og 7. áratugum. En seinasta stigið við þeirri gaggbyltingu, já. Já, ég ekki alveg endilega viss að það sé þannig, Gunnar, vegna þess að sko það hvernig þessir hlutir að spilast út á vettvangi stjórnmálanna í kosningum og í sjónvarpinu og í kappræðunum og í skoðanakönnunum og allt þetta. Þetta svo ótrúlega tengslalaust að mörgu leyti sko við raunverulega kjör og aðstæður fólks. Ég meina, auðvitað þú veist, berðu saman Donald Trump og Barack Obama. Nýfrjálshyggjan var það líka, hún var bara hugmyndakerfið sem var þröngvað upp á almenning og bara með afli eiginlega skipt út fyrir þær hugmyndir sem fyrir voru. Já, ég held samt að sko tengslin milli, þú veist, spurningana sko, sem sagt, identitet og kynþátt og menningar stríðin sem að Magnús að tala og það sé hvernig nýfrjálshyggjan kemur inn í það alltaf svona flóki. Það ekki, þú veist, þetta ekki endilega andstæður, sko, það svona aðeins flóknara dæmi. Þess ég ætlaði bara að segja það, þú getur verið með jafn ólíka kandidata eins og einhvern íhaldsaman repúblíkana kandidat í forsetakjöri og svo getur verið með sko Barack Obama og Obama sem satt í 2 kjörtímabil og allt þetta. Þetta breytti engu fyrir lífsaðstæður svarts fólks í Bandaríkjunum. Bara nákvæmlega engu. Það var engin kjarabót fyrir fátækt fólk í fátækrahverfum Bandaríkjanna þrátt fyrir að hafa verið með svartan forseta í forsetastól í 2 heil kjörtímabil. Þetta bara sannleikur málsins. Og það sem að Trump að mörgu leyti að gera að hann svona fellir leiktjöldin miklu meira heldur en repúblikanar hafa áður gert. En ég held eins og vera svona inntækið í stefnunni og þýðingin sem það hefur, eins og Helga var að segja, ekkert endilega svo ólíkt því sem hefur verið hjá repúblikunum bara svona frá og með Reagan. En hann sérstakur af því leyti, hann bara svo miklu meira blatant og miklu meira tilbúin að segja ákveðna hluti svona hálfpartinn beint út. En varðandi sko frjálshyggjuna og þær hugmyndir og þann hugarheimarnan, það kemur svolítið svona þvert á þetta allt saman. Ég meina auðvitað þetta allt saman frjálshyggjum á endanum. Það ekkert mál að samtvinna frjálshyggjuna við einhverjar svona hugmyndir jafnvel eitthvað svona diversity og eitthvað svoleiðis. Og það sem að demókratar hafa gert akkurat það að sko svara þessari íhaldssömu og rasísku og kapitalísku pólitík alltaf svona á vígvelli í raun og veru nýfrjálshyggjuna. Þannig til dæmis þegar að demókratar koma og svara rasismannum þá gera það með því að segja við ætlum að vera með fleiri svarta forstjóra. Eitthvað svona, fattarðu? Og það kemur aldrei þessi tenging við það að ætla raunverulega að bæta lífsaðstæður og kjör fólks. Óháð sko litarhætti en aðgerðir sem við vitum samt að myndu
í raun og veru hafa á endanum mesta þýðingu og vera fela í sér mestan ábata fyrir minnihlutahópana sem eru hérna fjölmennastir á botninum í bandarísku samfélagi. En í staðinn bjóða demókratar alltaf sko þetta sem að hérna einn ágætur maður sem ég leist kallaði let them eat diversity. Með vísun í hérna let them eat cake. Þetta svona einhver hugmyndu það að eitthvað svona já því það virkað það lítur svo vel út á myndum að vera með hérna rétt hlutfall svartra og samkynhneigðra í einhverjum hópmyndum sem eru teknar af einhverjum stjórnendahópum einhvers staðar, að þá sé það svarið við vandamálunum sem að raunverulega plaga bandarískt samfélag. En þetta kemur alltaf aftur á þessu sampunkti. Það þetta svo ótrúlega firring og tengslaleysi stjórnmáluna hjá báðum sem að einhvern veginn stóra rót vandans í þessu. Og hvernig tengjur aftur inn í rótina, inn í lifan raunveruleika fólks. Þú getur gert það í gegnum það að espa upp þessar identitetspælingar og íva það upp eins og náttúrulega repúblikanar hafa gert og Trump alveg sérstaklega góður í. Þú getur svo svaraði með því að koma og segja nei, ég góður og ég ekki rasisti og ég ekki homofób, það ein leið. En það vantar alltaf þriðja möguleikann sem sá að raunverulega bæta lífskjör fólks í Bandaríkjunum og gera það sem þarf til þess að gera það sem auðvitað það að skora auðvaldsstéttina á endanum á hólm, taka upp þá orðræðu, taka upp hérna sósíalísku orðræðu sem það sem að Bernie Sanders gerði og náði með því frábærum árangri í því að ná til minnihlutahópana sem að hugsa herðu, hérna maður sem ekki bara að þú veist, prenta bóli með myndum af fólki úr minnihlutahópum, hann ætlar í alvörunni að hann tilbúin að taka slag til þess að bæta raunveruleg kjör okkar. Þannig ég segi bara, þú veist, nýfrjálshyggja, íhaldssemi, allir þessi pólar sem eru einhvern veginn og þessi boltar sem eru á lofti í umræðinu bandarísk stjórnmál, þeir eru allir jafn tengslalausir við raunveruleikann og við þurfum að færa hið sósíalíska sjónarmið inn í þessa umræðu. Það hérna kakan sem við getum raunverulega boðið fólki sem æt og raunverulega. Já, mér finnst það rosa góður punktur líka. Mér finnst mikilvægt að þetta þegar sko Gunnar að tala hérna eins og þetta væri svona einhvers konar bakslag við sko 7. 8. áratugs eitthvað. Ég held að við megum ekki, þú veist, þetta gerðist fínir hlutir á þeim tíma. Okkur hættir til að ofmeta þetta voru efri millistéttar ríkir krakkar í háskóli, bandarískum háskólum sem hefðu efna á því að vera á móti einhverju í einhver ár og svo bara fóru þau aftur inn í samfélagið og bara urðu uppar. Þú veist, þetta og þú veist, það var eitthvað smá þarna í gangi sem var auðvitað alveg gott og gilt og fínt, en það var ekki það risastóra samfélagslega afl sem að einhvern veginn oft látið sem af 68 kynslóðinni. Ég var eiginlega frekar að vísa í mannréttindabaráttu svartra heldur en kvenna sem upprunnar þar, frekar heldur en hippana og Víetnamstríðið frekar. En sko Martin Luther King var skotinn þegar að hann var farinn að tala það að réttindabaráttan sem hann var búinn að leiða og búa þyrfti að fara að taka á efnahagslegum veruleika, þyrfti að fara að taka á stéttaskiptingu. Það var þá sem að Martin Luther King var skotinn. Akkurat, og það náttúrulega bara partur af hvernig við eigum að elska Martin Luther King en Malcolm X hann var of subversive og erfiður og því að hann var alltaf svo reiður og þannig að það er mjög stór partur af réttindabaráttunni var upp á punt af því að það eru félagsleg og samfélagsleg breytingar hafa ekkert orðið eins og þær hefðu átt að verða. Annað í þessu að þessar breytingar áttu sér stað fyrir ákveðin og tiltekinn hóp af fólki og ég ekki viss að Trump bara svona persónulega að samfélagsbreytingar á þessum tíma hafi snert hann eitthvað sérstaklega og ég held að það hafi heldur ekki snert fólk persónulega sem kýsan ekki nema þá að því leyti að það upplifa gengi væri á sín réttindi og það náttúrulega sko þessi jarðvegur sem hann að vinna með núna og einhvern veginn hvar menningarstríðin liggja og það svolítið þessi svona kúltúr þar sem að bara þú veist, hvítir kallar eru bara megi ekki gera allt og segja allt og ráða öllu lengur og það bara rosa erfitt og Trump einhvern veginn, hann ekki bara að segja þið megi vera þannig áfram, heldur hann líka bara að setja fordæmi að þeir megi vera bara ógeðslega dónalegir og ruddalegir og ég meina, það hefur ekki verið áður svo ég muni sko bara eitthvað fólk bara út á götu bara þú veist, að pikketa rally hjá hinum frambjóðandanum og eitthvað svona eins og var núna í síðustu viku. Ég meina, þú veist, þetta er rosalega gróft og hann alveg ala á þessu og fullu og hann að vinna með hann hrædda hvíta kall sem að bara tapa réttindum. Svo hann alltaf ekki að tapa réttindum, hann bara deilaði með öðrum, þú mátt allt og það er alltaf ekki tap þóttu meir ekki
já, einhvern En veginn. það ekki aðeins upp sko hérna fyrir hvíta kallmenn. Já, Ég held að þetta snúist ekki bara hvíta kallmenn og réttindi þeirra. Þetta sko, þeir forseta sem sko frambjóðendur sem vinna forsetakosningu í Bandaríkjunum eru menn, augljóslega, sem hafa sko geta líkamnað einhvern veginn hugmynd Bandaríkjamanna sjálfa sig. Og það er hérna það sem Obama gerir, menn það er hope and change, það sem hérna Trump virðist gera, menn við verðum bara hreinlega að viðurkenna það, hann er að líkamna ímynd Bandaríkjamanna sjálfa sig og það er ekki bara hvítir kallmenn sem eru kjósun, heldur eru það líka konur, það er hérna merkilega mikið af latínó kjósendum og þannig að það er eitthvað í sko þessari hérna projection á sko sjálfsmynd hjá honum og ég held að sko það er þessi sko, það sem við köllum náttúrulega sko toxic masculinity, en það snýst ekki bara það að hvítir kallmenn fá ekki lengur að ráða, heldur snýst þetta það að við erum sko með sem kúa þau, skilurðu. Já, við erum með hérna sem sko við þekkjum þetta hérna heima samfélag. Við þekkjum þetta hérna heima, það er stjórnmálafólk hér heima sem gengst upp í því að vera ekki góða fólkið, að vera eiginlega á móti þessari svona hugmyndum það hvernig við eigum að hegða okkur, það er bara töluvert af þeim sko. Innan og utan þings og upp alla veggi sko. Ég vil líka segja, ég langaði bara að taka fram út þessi sem ég var að segja svona hvernig hérna rasismin og allt þetta kemur inn í pólitíkinu og ég var náttúrulega svona að segja að það ætti að líka færa samræðina eitthvað annað sko, en ég held að það sé líka mjög mikilvægt að ég er ekki að gera lítið úr því að það sem að Trump hefur kannski, það hefur verið þetta breytingin sem hefur fylgt honum, hann er miklu þetta svona hömluleysari og það er miklu meiri svona eins konar villimennska sem að hefur, sprottið upp í kringum þetta hann og hans stöðnismenn og það getur alveg átt eftir að leysa einhvern viðbjóð úr læðingi skilur og hann er líka náttúrulega að gera núna hluti bara síðustu sólarhringum sem mér finnst reyndar að fólk eigi að taka mjög vel eftir og það er þegar hann er farin að sko leika að gefa í skyn að hann ætli jafnvel ekki að viðurkenna úrslit kosninga, saka kosningasvindl og eitthvað svona fætti. Þú ert ekki á góðum stað, þú býrð ekki í, góðu ríki lengur. Þar sem að, þetta eru orðin deilumálin í pólitík, sko. Það er svona eins og þetta niður deilt svona í þessari hierarkíu þjóða. Þetta er einkenni svona óstabilla, oftar en ekki þriðja heimsríkja að umræðan sé komin á svoleiðis stað, sko. Þannig að auðvitað getur alveg verið að til lengri tíma verði svona einhver Trump áhrif, varanlegri og skaðlegri kannski heldur en að við höfum áður séð og svo tekist það náttúrulega bara líka því sem við höfum kannski ekki rætt hér í þessum þáttum Bandaríkin að það er að Bandaríkin eru náttúrulega heimsveldi sem eru í hnignunarfasa og það er náttúrulega mjög bara hættulegur fasi að vera í. Þetta er svona eins og að búa í húsi sem er búið að vera grotna niður hægt og þú veist ekki hvenær að gólfið mun bara plompa niður eða eitthvað slíkt og ég held að svona Trump áhrifin hafi að einhverju leyti stuðlað að svona hröðun á því og einhverju svona innra niðurbroti Bandaríkjanna. Mér langar að taka þetta pínlítið upp og spurja Svein sem er doktor í sögu Bandaríkjanna. Að saga þjóða er náttúrulega alls konar og sett saman úr öllum goðsugunni að elsta lýðræðisríki í heimi og ég veit ekki hvað og hvað. En inn í sögu Bandaríkjanna er náttúrulega borgarastríðið og eftir málar þess og þeir hópar sem að Trump er að hvetja áfram minna nú bara margt á Jesse James og félaga svona eftirlögu kindur borgarastríðarinnar sem að fóru með lögleysu að þau sættu sig ekki við þær breytingar sem höfðu orðið. Ég er að velta verið með horfið svona á söguna og það sem er verið að spila raunverulega á hugmyndi fólks hvað heldur okkur saman og hvað sundrar okkur og ýmis konar svona minni úr sögunni að Trump hann er eiginlega hann birtir hérna vondu sögu Bandaríkjanna það sem eru svona atriði sem að eru söguþráðurinn á móti kannski svona hugmyndunum þrískiptingu valdsins og aðhaldamótu hvert svona check and balances og þessari hugmyndum að forysturíki, lýðræðisríkja í heiminum, hann spilar eiginlega inn á allt aðra sögu, allt annan sögu þráð, heldur en aðrir. Kannski verður svo saga ríkjandi, fyrir það ekki verið? Það er alveg rétt, sko. Ég held að Donald Trump sem mjög fyrsti forseti Bandaríkjanna sem hefur engan sérstakann áhuga á þessari svona, hvað ég að segja, svona civic arfleið Bandaríkjanna. Til dæmis það stakk í augu margra þegar maður
í ræðunars, ræðunars í janúar 2017 að hann myndist hvorki á stjórnarskrána sjálfstæðisyfirlýsinguna. Það eitthvað sem þótti mörgum þótti dramatískt því að það hefur held ég bara ekki gerst áður. Og þessar hugmyndir svona the rule of law, stjórnarskrána og gildi hennar, þessi svona bandarísku svona civic national hugmyndir sem eiga grundvalla þess svona kúltúr, bandaríska réttarkúltúr og bandarískt frelsi, takmarkaða ríkisvald og allt þetta. Þetta eitthvað sem Donald Trump hefur nánast engan áhuga á og birtist í ummælum hans í dag og í gær, til dæmis sem hann ætli ekki að samþykkja niðurstöðu kosninganna, tala kosningasvindl. Þetta er náttúrulega fullkomlega einstakt í sögu Bandaríkjanna. Þetta hefur aldrei, það hafa einu sinni tvisvar áður verið mjög umdeildar kosningar en það er aldrei nokkuð tíman einhver gefið til kynna að þeir ætla ekki að accepta þetta og þetta svona þessi kallað peaceful transition of power eitthvað svona sem að Bandaríkjamenn eru mjög mótnir af eins og það sé í sjálf svona maður utan að koma til horfa svona og segja já þetta er ekki bara svona normið en þetta eitthvað sem þeir svona halda mjög á lofti og þessi tengdu er náttúrulega þessi racial spurning, þessi kynþáttaspurning og aftur þar held ég að Trump sé svolítið stórt rof í því að að ef við getum tala kannski svona undanfarið 200 ár, þá með smá einföldunum mætti tala að svona 2 tegundir af þjóðernishyggju í Bandaríkjunum hafa tekist á, annars vegar svona þessi svona það sem er í dag meira liberal, það sem er meira abstrakt, það sem talað er að allir óháð litarhætti eigi möguleika á ameríska draumnum og svo hinn sem er takmarkar þennan svona meðlimi, það að vera með í bandarísku þjóðinni við ákveðin lit eða ákveðin uppruna. Svona eftir þessa borgararéttindabaráttu sem þú myndist á áðan, þá má segja sko að þessi borgaralega sýn, það sem allir ætti að fá að vera með, hafi unnið, svolítið sko. Með því ekki sagt að rassismi hafi horfið á bandarísku stjórnmálum, því að eins og við vitum bara frá nýlegum sagnfræðilegum bókum og það var ekki bara repúblikanar, demókratar voru foundational í því að byggja upp það sem kallað the prison industrial complex. Og ég talaði svona sem því svona það kerfi, aðskilnaði kerfi sem tóku við að Jim Crow kerfinu og demókratar eru fullkomlega bara drifkrafturinn í því ásamt repúblikanum. En samt sem áður, það verður til einhvers konar sem við myndum kalla the age of colorblindness. Þú veist að þetta er allavega þetta svona, þú veist að þú átt ekki að tala kynþátt. Þú verður að finna einhver aðra leiðir til að gera það og þessi hundaflauta er stundum í samhengi. Og ég meina náttúrulega ákveðin svona hápunktur þessa er náttúrulega þegar Obama er kjörinn forseti. Náttúrulega svartur maður sem er kjörinn forseti. Og það er náttúrulega engin tilviljun að Donald Trump kemur beint í kjölfarið á Barack Obama. Það sem að hann mobiliserar þetta fólk sem sér svarta maður sem forseta og þekkir ekki sína þjóð. Af því að hún lítur ekki svona út. Og Donald Trump er náttúrulega massíft unnið með þennan racial nationalisma. Og það sem einkennir hann náttúrulega bara, og skilur og bara færir okkur aftur bara til Jim Crow tímans er náttúrulega það að hann er búinn að sprengja upp þetta age of colorblindness. Það tímabil er rauninni búið í bandarísku stjórnmálum því hann talar svo óbiskátt kynþátt, kynþáttahatur. Ég meina, þú veist, Mexíkóar eru nöðgarar og svo náttúrulega eins og segir sko, hann náttúrulega vinnur líka fínna með þetta sko, en þú veist, eins og Biden sagði einmitt í kappræðinni að hans hundaflauta er eins og lúður. Þannig það er náttúrulega stór, hann er í þeim skilningi, við getum talað fullt af samfellum, svona pólitíu Trumps á alls konar sviðum eru mjög bara klassískar pólitíu repúblikana, nema mögulega í ákveðnum utanríkismálum. En þegar kemur að svona málum til dæmis, þá er hann vissulega ákveðið rof og bara geti mögulega orðið stórt rof í sögu Bandaríkjanna, held ég. Má ég spyrja ykkur hinn ef þetta er staðan að það er góðsaga Bandaríkjanna sjálfa sig sem civil society, annars vegar svo birtist Donald Trump og hann talar raunverulega inn í allt aðra sögu og helmingurinn af þjóðinni, eða svo gott sem er að fylgja sér á vagni með því. Er það vegna þess að sko, hans saga sem hann setur fram sér svona sterk eða er það vegna þess að gamla trúin, hugmyndin einu góðu Bandaríki voru bara búin að missa, fólk hafði hætt að treysta því og trúa á það. Þess vegna ástæðan var að árangur Trump var hvað hitt var orðið veikt og innihaldslaust og tómt og
og raunverulega fáir tengdu miði í raun og sann. Magnús. Já, sko, ég hugsa að það eitt hérna sem líka, sko, þú nefndir áðan gagnbyltingu og nýfrjálshyggju og það eru raunverulega sko 2 gagnbyltingar í Bandaríkjunum. Annars vegar það gagnbylting gegn sko the New Deal State og bandaríska velferðarkerfinu og vexti alríkisins á eftir stríðsárunum og samofið þeirri sögu þessi sko borgararéttindabylting eftir stríðsárunum, afnám aðskilnaðar stefnunnar í Suðurríkjunum. Og gegn báðu gagnbylting. Önnur sko gagnbyltingin tekst og hin ekki. Þannig að sko sigur Obama í kosningunum 2008 stórsögulegur ef við munum það að Bandaríkin voru með aðskilnaðarkerfi sem ekkert frábrugðið sko Suður-Afríku. Þannig að sko það að svartur maður getur unnið forsetakosningar í Bandaríkjunum með meirihluta atkvæða sýnir hversu sko mikill árangur vannst, eða hversu sko árangursrík mannréttindabyltingin á eftirstríðsárunum var. Þannig við getum, sko ég held að við verðum að viðurkenna og horfast í augu við það að sú bylting var andskoti árangursrík þótt að hún hafi ekki Bandaríkin sé ekki búin að uppræta rasisma eða orðin sem sagt sko blómstrandi fjölmenningarsamfélag, að þá var engu að síður það árangursrík að Obama kosinn og Trump eitt af viðbrögðunum við þessari byltingu. Hin gagnbyltingin náttúrulega síðan líka sko þessi gagnbylting gegn velferðarkerfinu og sú bylting hún heppnast algjörlega og sigrar. Þannig sko að ef við skoðum þessar byltingar eða viðbrögðin við samfélagsbreytingum eftir stríðsárunum sem annars vegar tilkoma fjölmenningarlegra samfélags og hins vegar það einhvers konar sko samfélagssáttmáli sko almenna velferðar sem samfélag tekur ábyrgð á þjóðfélagsreglunum. Það eru 2 ólíkar sögur sem við verðum að skoða og Trump skilgreindi afkomi beggja. Annars vegar sko ósigursins í menningarstríðum, ósigur hægrisins í menningarstríðunum og hins vegar sigur nýfrjálshyggjunnar í átökum sko skipan efnahagsmála. Og af henni meðal annars leynið sko þessi atómisering samfélagsins og sigur einstaklingshyggjunnar sem endurspeglast síðan í sko þessari hugmyndað, menn það ekkert samfélag og endanum þá þetta bara einhvern veginn spurningum sko einstaklingin. Afleiðingin af þessu síðan þessi, samfélagið hefur leyst stuð og við sitjum sko að sko það óþarfi fyrir Trump að vera að vísa í einhvers konar sameiginleg gildi eins og Sveinn talar stjórnarskrána og mannréttindayfirlýsinguna vegna þess að hugmyndin einhvern veginn sko samfélag sem sko sameinað undir einhvern veginn þessum sko fána sem þetta fela undir fánum, hún farin. Sko mannréttindabylting eftir stríðsárana og afhjúpaði það að þetta var sko sameinaða samfélag var einhvern veginn lygi og það hefur ekki tekist að byggja annað. Við höfum ekki getað búið til Bandaríkjamönnum hefur ekki tekist að búa til nýjan samfélagssáttmála sem getur sameinað alla þjóðina saman í einni þjóð. Byltingar eftir stríðsárana, annars þessi sko útvikun velferðarsamfélags, það tilraun til þess að búa til þennan samfélagssáttmála. Réttindabyltingin sömuleiðis tilraun til þess, raunverulega þá misheppnast það báðar. Og viðbragðið við þeim myndun sko þessara fjöldahreyfinga sem birtast í sko hreyfingu kristinna íhaldsmanna og baráttunni gegn sko réttindi kvenna til þungunarrofs og í þessum Trump caravans sem við erum að sjá. Ég meina þetta grasrótar viðbragð við þessum sko þessari upplausn á þeim samfélagssáttmála sem þetta fólk taldi sig að vera hluta af. Og hnignun verkalýðsstéttarinnar, jú, þetta það partur af því. Og þegar við erum að það búa til nýja vinstri pólitík, það sem hún þarf að gera það að búa til þennan samfélagssáttmála sem hefur ekki verið til staðar síðan sko á eftirstríðsárunum þegar sko sá samfélagssáttmáli sem þá var til staðar afhjúpaður sem sko tómur. Og nær þá líklega út fyrir stóru borginnar, nær alveg út öll Bandaríkin. Það ekki að búa til bara eitthvað sem hljómar vel í New York eða Kaliforníu, heldur þarf að vera eitthvað sem að nær til lágstéttana sem að Trump hefur náð. Helga, þess sem ég finnst sko verið mikil líka sko við getum ekki fókusur of mikið á taktísk mistök demókrata. Að bjóða fram skemmtilegri og áhugaverðari frambjóðendur. Meðan að það ekki til staðar samfélagssáttmáli sem þeir geta sko fylgt fólki Helga, Þóri, við erum slegin yfir í styrk Trump og vesaldóm demókrata, þannig að
þegar ég að hlusta á þá tvo núna síðasta þá upplýði það að þetta ekki spurningu hvort að Bandaríkin séu að deyja, þetta upplýða frekar eins og þessu bara löngu dauð. Þetta hugmyndin sem var þetta öfluga samfélag bara löngu dauð. Erum við of svartsýn? Ég veit ekki, mér hefur alltaf fundist Bandaríkin vera fáránleg, þú veist, þetta borga fyrir að fara á sjúkrahús og mér vinkona mín sem býr í New York, hún fóbrotnaði í Norður-Karólínu og hún einhver $30.000 reikning bara sem hún verður bara að borga restin af lífinu. Ég meina, þetta er rosalega skrítið land. En þú veist, það kannski líka það með annað, bara með Trump, sem ég var svona að hugsa með að vorum að tala, það sem hann kannski bara gerði frekar en Hillary Clinton gerði þegar hann var, þú veist, í sínum tíma, að hann nálgaðist þetta bara eins og markaðsmaður. Hann hugsa bara, þetta ég bara með markhópið minn, þetta fólki sem fílar mig, og ég ætla bara að fókusa á þau. Af því það líka náttúrulega svo mikilvægt að hugsa það ekkert allir sem kjósa í Bandaríkjunum og eiginlega bara, þetta ekki svo hér, það sem bara kjósa allir eiginlega. Og hann bara neglir markhópinn sinn og hann bara fer í það. Og mér finnst það svona, þótt að hann sé ásælega klikkaður og allt það, það var mjög svona heiðarleg nálgun að vinna bara með sitt krát og vera ekkert að eyða púðri í og bara afskrifa okkur hinn. Og þú veist, og þetta er líka svo, þetta er í rauninu fyrir svo gott triks að svo þegar, þú veist, eins og núna demókratar að gagnrýna hann eða eitthvað fyrir kórónuvírusina, skiptir engu máli. Því að fólki sem kýsa hann, þú veist, þau ætla ekkert að vera með grímu og þau eru bara með alls konar skrýtna skoðanir á COVID og smitleiðum og þau eru bara að fíla það sem hann segir, þannig að þú veist, þetta einhvern veginn verður alltaf eins og teflon, sko, þú veist, þú getur ekkert farið í hann á neinum svona forsendum. Þannig jú, mér finnst þetta bara mjög, þetta er mjög áhugavert að sjá þetta nálgast svona. Já, Viðar, má ég biðja þig að klára þetta, þú ert svona að tala að vinstri þurfa einhvern veginn á sig saman og að tala einhvern veginn til alþjóðinnar, einhverjar lausnir á vanda hennar. Magnús var að tala að verkefni fyrir vinstrið væri að búa til nýjan samfélagssáttmála. Er það Ég held bara, ég held bara að Bandaríkin eru bara land sem er að einhverju leyti bara að blæða út af einmitt bara þessu sem að Helga Þóri var að lýsa, sko. Það er bara fullt af, það eru bara herir fólks út öll Bandaríkin sem bara þarf að borga $30.000 af því það fótbrotnaði. Og ég skulum ekkert vanmeta það, bara hversu mikla þýðingu það hefur fyrir fólk að bara geta hreinlega ekki séð sér farborða einhvern veginn í lífinu og bara hvað það þýðir. Við erum með heilu samfélögin í Bandaríkjunum, ég meina heilu byggðirnar, héröðin, gömul kolanámi héröð og fyrrum iðnaðarborgir og eitthvað slíkt. Þetta er bara orðinn daglegur raunveruleiki, bara risavaxin hópa fólks. Lífsstandardin þeirra er bara búin að detta niður á eitthvað level sem er bara orðinn meira eins og í þróunarlöndum heldur en á Vesturlöndum. Ég meina þetta er bara það sem er að gerast í Bandaríkjunum. Ég veit ekki, að fara að sameinast, þjóðin að sameinast, á hún að sameinast svona eða á hún að sameinast hinsegin. Ég held að við sem... Þjóðin, ég að tala frekar svona erindi til alþjóðu manna sem er klofin raunverulega á milli þess að vera trumpistar og svo elta einhverja demókrata í vonum að fá eitthvað betra. Nei, akkurat, því ég minna eins og Sveinn var náttúrulega stillis upp þannig. Þetta er svona 2 tegundir þjóðirnis, ekki einu svona inklusív, það sem þetta er svona, já, við erum hér öll saman en fjölbreytt, skilur, og svo ertu með aðrar útgáfur af þjóðirnis, ekki svona meira svona sjávinistískar, eru meira bara svona, nei, hvíti maður er bara ræður, Stjórnmálin er að spilast rosalega mikið í kringum þessar spurningar, en málið er að hvorugur pollir, þegar þetta er hvað sem er bara sýndarmennska, skiljið, þegar þetta er hvað sem er bara, hvað ég segja, þetta er bara, já, þetta hefur ekki tengingu við raunverulegar lífsaðstæður fólks, þá ertu bara að halda áfram í þessu, gjaldþroti, og ég held að við þurfum, ef við erum bara heiðarlega sem sósíalistar, við þurfum náttúrulega líka einhverjum tímapunkti að vera tilbúin að átta okkur á því að svona sameiningar, tala, eitthvað slíkt, því verða alltaf ákveðin takmörk sett og þess vegna vil ég benda á það ótrúlega hugrekki sem fólst í því hjá Bernie Sanders að vera sá sem þorir að tala að það séu óvinir meðal vor.
Og hver eru það? Og þá er ég að tala sko raunverulega óvinni meðal vor, ekki ímyndaða eða tilbúna. Hann talar 1% sem okkar raunverulegi óvinnur. Og hann tilbúinn að segja, þetta ekki bara þjóðin, þetta ekki alveg svo einfalt, við erum klofin, það hérna, þú veist, ákveðin, það ákveðin hérna, þú veist, flís hérna í einhvern veginn, þú veist, holdið okkar allra, sem þessi hópur sem gín yfir okkur öllum, tekur til sín hérna áraksturinn að vinnin okkar, neyðir okkur til þess að búa við fátækt og allt það. Og ég held að við bara að segja ok við því, þú veist, við erum ekkert endilega hérna sameinuð að reyna að búa til einhverja sögur. Við viðurkennum að þetta stríð og þetta barátta og við erum ekkert endilega, þú veist, sameinuð í því. En þannig sameinar líka, þú veist, meirihlutann og það sem þetta skiptir og það sem á endanum skiptir máli, sem það að ná fólki saman það að bæta lífskjör sín. Og vantar þriðja söguþráðinn til þess að Bandaríkin geti, eða bandarísk alþýða geti lifað af. Herðu, það var hérna mjög gaman að fá okkur hérna. Þetta var eiginlega kosningasjónvarp Rauða borðsins og við vorum ekkert að ræða hérna póstatkvæði og hvernig staðið að talningu hér og þar, heldur var bara að vera að reyna að ná utan bara Bandaríkin eins og þau birtast og hversu andstyggileg geta verið mörgu fólki. Ég þakka ykkur kærlega fyrir, Helga Þórey og Sveinn Máni, Viðar og Magnús. Ég þakka hlustendur fyrir að staldra hérna við á Rauða borðið og hlusta á okkur. Dagskrárin á Samstöðinni heldur áfram. Á morgun öryrkjaráðið, held ég, klukkan 3. Svo verður Rauða borðið aftur klukkan 8. Þá koma hingað ungar konur sem eru innflytjendur af fyrstu og annarri kynslóð. Við hittust hérna fyrir svona 10 dögum síðan og við ákváðum að halda framhald á því samtali. Nú hafa bæst fleiri konur við og ég býst við að þetta verði jafn kröftugt og öflugt samtali þá. Síðan annað kvöld þá hefst nýr þáttur hérna, Kaffistofan. Það verður sendur út klukkan 10 kvöldið á 50. Það Kaffistofan, þáttur sem fjallar verkalýðsmál. Þar mun Katrín Baldursdóttir hitta Ragnar Þór Ingólfsson og Sólveigu Önnu Jónsdóttur sem eru drifkraftur endurreisnar verkalýðshreyfingarinnar á Íslandi. Fylgist með því, en takk fyrir í kvöld.